efnahagsástandi á Íslandi, ertu bjartsýnn, svartsýnn, hóflega, hvernig lýst þið svona á þróun mála núna? Það eins og alltaf svolítið bara í okkar höndum. Eru svona gæfismiður? Já, ég ætla að segja, ég hef pínu áhyggjur af vinnumarkanum og við náum ekki þrátt fyrir að við höfum reynt ýmislegt í varðandi samninga, stuttasamninga, langasamninga, hækka bara lægstu laun, hækka laun þvert yfir launatöflunar. Samt einhvern veginn launaskrið að mælast hátt, ein aðferð og það virðist aldrei takast að einhvern veginn að semja við allar starfsstéttir og það einhver starfsstétt sem að telur sér bera skarðan hlutur á borði og af hverju skiptir þetta máli vegna þess að á endanum það verðmætasköpunin og verðmætasköpunin kannski fyrst og fremst felst í útflutningi eða viðskiptum okkar á millum í hagkerfinu, það sem fyrirtækin að búa til og einstaklingarnir sem á bak við fyrirtækin sem að stendur undir laununum og ég ekki vissum að ef þetta heldur svona áfram að verðmætasköpunin haldist í hendur við launaþróuna og þá auðvitað gerist eitthvað sem að því miður það getur endað Þetta verðbólga víst? Verðbólga eða gengisfall og verðbólga Við erum náttúrulega land krónískra verðbólgu að sömu leyti og við eigum nú ansi miklu umræðutíma hér að ræða verðbólgu og stýrivexti þannig að en það sem þú ert að segja kannski að okkur tekst ekki að ná fram því módeli á vinnumarkaði sem að ríki traust og sáttum til þess að tryggja það að verðmætasköpunin sé í svona fyrirrúmi og undirstaða. Algjörlega, mikið verið talað þetta norræna vinnumarkaðsmódel og í einföldustu mynd þá snýst það bara einn hlut. Það byrjaði á því að semja við útflutningsatvinnugreinar og það þá skoðað hvað útflutningsverðmætin aukist, hver hefur framleiðnin í þessari grein, hvað ber hún mikið af auknum launakostnaði. Það hefur síðan ráðið för varðandi aðrar atvinnugreinar sem að auðvitað sumar byggjast á því að þjónusta þessar greinar og auðvitað öll stjórnsýslan, hún byggir á skatttekjum sem að vera til í viðskiptahagkerfinu. Og hækka launi í takt við hagvöxt. Það svolítið þar. Og við þurfum að ná betri tökum á þessu, við þurfum að tengja þetta betur saman. Við höfum kannski stundum sloppið vegna þess að verðmætasköpunin hefur komið og stundum hefur við ekki sloppið. Og það hefur endað með svona einhverju... Já, stundum hefur bara ein virkjun retta málum eða ein loðnuvertíð. Nákvæmlega.